Já, velkomin á Frelsi TV og Frelsi Radio fyrir þá sem útvarpsbylgjónum. Ég ætla aðeins að fjalla múslima og mosku og svolítið í tilefni af þessum fréttum sem að voru að koma núna að einhverjir vitleysingar voru að kasta svínahöfðum á lóð múslima sem náttúrulega bara ósmekklegt og ákveðin bara barnaskapur. Þetta í raun afskaplega þetta bara einhverjir krakka fólk með þroska á við 5 ára börn. En það var eitthvað sem tók upp á þessu að kasta svínshöfðum á þessa mosku lóð og í DFF var talað við hann Salman Taminmi, ég vona ég fæði rétt með nafnið, sem að ég hef aðeins kynst. Ég kannast við Salman sem alveg einstaklega almennilegur og grandvar og góður maður og hann hefur tekið meira þess að frumkvæða því að vara við ákveðnum öflum úr þessum múslima geira og fólk virðist alltaf í mannkynssögunni fellur fólk aftur og aftur í þessa trúarbragða gildru. Ég kristinn, ég trúi á Jesú Krist, upprisinn krossfestan og að ég sé frelsaði fyrir hans blóð og ég virði fullkomlega trú múslima. Ég hef ekkert út á þeir hafa rétt til þess að trúa því sem þeir vilja trúa. Hins vegar eru allir hljóta vita og skilja og fatta það að við þurfum að vara okkur á skipulögðum glæpasamtökum eða vondum öflum sem að geta skaðað þjóðfélagið. Það bara eins og við erum með apparat til þess að takast á við glæpamenn og þessi móðusýki í kringum mosku er rekin af fullum krafti af þessum fjölmiðlum sem að eru málpípur þessara New World Order afla og þessara elítu afla sem að stýra Íslandi og New World Order aflin, það eru þau sem að eru mest að fjármagna þessa radikal muslims eða þessa muslima sem eru vígamenn og það eins og við segjum kannski við hinni kristnu, það oft sem að alls konar hlutir eru gerðir í nafni hinna kristnu en ég hef aldrei kvittað upp á það. Við hinni kristnu erum ekkert að kvitta upp á alls konar hluti sem verður að gera í okkar nafni og múslimar, ef við tökum bara stöðun í dag, múslimar eru mjög gott fólk upp til hópa og þeir hafa haldið til haga til dæmis samheldni fjölskyldunar. Börn múslima bera virðingu fyrir foreldrum sínum og allt þetta slæðu fíaskó til dæmis að stúlkur að sýna feðrum sínum virðingu með því að bera slæðu og þetta alveg í stíl við þeirra trú og og nú ef einhver neyddur til þess að gera þetta þá það bara eins og hvert annað ofbeldisbrot. Það það bara jafn grátlegt og öll önnur ofbeldisbrot og og þessi ágreiningur á milli þessi fræðilega ágreiningur á milli kristna og múslima, hann mestuleyti bara uppspinni búinn til í stríðsráðunitunum í Evrópubandalaginu og NATO og þessum glæpaklíkum sem ég fjallaði áður og og það hefur ekkert með múslimar og kristnir hafa alla tíð búið fólkið ef við
sneiðum hjá þessum sturluðu stjórnvöldu sem alltaf að etja þessum hópum saman, að þá hefur múslimur og kristnir ekkert vandamál með að lifa saman í frið og spekt. Það hefur bara mannkynssagan sannað aftur og aftur. Og það einn sem ég verð að horfa á YouTube, þessi ágæti maður Dr. Nabil Qureshi, ég mun setja linkin á þetta vídeo, þetta er 2 tíma vídeo fyrir það sem hafa ekkert að gera, og hann reyndar frelsaðist, þessi maður, hann kemur af múslima fjölskyldu og pappans var presturinn í kirkju. Ég verið að játa að ég ekki alveg átta mig ekki alveg á því hvað nöfnin eru hjá múslim, og ef ég mistig mig eitthvað í því sem ég þekki ekki, þá byrðist ég náttúrulega bara afsökunar á því. En sko þessi tækni sem verður að nota múslimar kristnir, sko eitt sem er mjög nauðsynlegt fyrir eildumafíuna til þess að halda sínum völdum er að halda öllum í ótta, og þessna fara þeir í kristnulöndin hjá okkar, þar eru fjölmiðlar alveg bara múslimar eru gríla, og svo í múslimalöndum það segir kristnir eru gríla, og svo allir, þetta er svo hanat, svo allir svo brjálaðar að það brýst út eitthvað vesen á milli þeirra. En ég lýsi því hér yfir að ég blessa múslima og óska þeim bara það besta í lífinu, og líka bara gyðinga og þeir sem eru í Baha eða hvað þetta heitir allt saman. Ég er nú bara ekki eins og með nöfnin á öllum þessum fínu trúabröðum í kollinum, en ég sjálfur eins og er kristinn og fylgi þeirri trú, og eins og ég náttúrulega margmist stigið mig, og Guð sé lof fyrir náðina, það er ekki vanþörf á henni. En endilega, og það væri gaman ef að Salman væri til í að koma í viðtal hjá mér, auglýsi hér mér eftir góðu viðtali við Salman, og ítreka að hann er einstaklega góðu maður, og ekkert, við getum lært mikið af honum, og mæli með að fólk hlusta á hann, og mæli náttúrulega líka með lifandi kristnum kirkjum. Því miður er nú búið að stofnanavæða þjóðkirkjuna, þótt að hún sé mjög góð eins og hún er. Hún getur náttúrulega verið miklu betri, en þetta er bara svona stofnun, og reyndar er fullt af prestum, lifandi trúaðum prestum í þjóðkirkjunni, en það er nú svona verið að ýta þeim út svolítið, og þetta eru svona stofnana prestar sem er að taka yfir, og það verður mikil andleg upplifun að fara til skattstjóra og að fara í kirkjuna. Það verður svipaða moral. En já, ég ætla að reyna að hafa vídeóin hjá mér styttri og hnitmiðar. Þið hafið séð að sum vídeó hjá mér er að fara allt upp í klukkutíma, þannig ég er að reyna að hafa þetta svona stutt og langt. Ég er reyndar sjálfur mjög gaman og svona löngum spjallhlutum, þess að menn spjalla jafnvel í klukkutíma bara eitthvað, en ég mun reyna að gera líka styttri fyrir það sem nenni ekki að hlusta mjög röfla í 1 eða 2 tíma. Takk fyrir, bless.